Já, það er fjölbreyttur fundur, kannski aðeins að útskýra hvernig þetta fer fram. Fyrst koma nokkri aðilar til að kynna verkefni sitt eða fyrirtæki sitt sem tengist verkefninu. Það verður Laurent Moussier frá Frakklandi. Það verður Hulda Brynjólfsdóttir frá Uppspuna og Ingibjörg Þóranna frá Ullavinnslunni Urðum, eða hvað segir maður þá, Urði. Og líka hún Elín Jóna Traustadóttir sem er að byggja upp núna saumastofu í Tungufelli. Það er þetta sem við eiginlega byrjum á áður en ég ætla að kynna verkefnið sem heild og heyra sérstaklega þá líka ykkar skoðun. Já, Laurent. Yes, so I'm Laurent. I come from France, but I live in north of Germany and on a small farm with 40 sheep from a local breed. It's called a Pomeranian sheep. It's can I say mixed wool in English for Mischwolle, mixed wool. Like you have very heterogeneous wool, so very fine hair, and it's not like merino. It's mixed of different type of hair. And we are breeding it for milking, for the wool, for the meat, and for the meadows. Yeah. Yes, and there is already a project with this wool. They are making Loden, so very gross fabrics. And I wanted to show that it's possible to make smart clothes and smart fabric with a regional wool. So it actually depends on the sorting and so on the design and the fabric and how you cut the jacket at the end. So I tried to do it myself with local factory here in Germany. So yeah, I will share my screen with the video. This is a breed. I took a film. It's the only few days where we have snow here. For you, it might be a bit little. It's like summer for you. For us, it's January. But they are used to it. The wool is quite well done for it. It's not so homogeneous like merino, but we have very fine underwool, like you have for Icelandic sheep. But also, it's not so well separated like your sheep. It's mixed. Yes, so it was in March, yeah. Feeding we are sharing in May. And this is the fabric, but we will see it narrower later. So I started to collect wool from 4 breeder around north of Germany. This was last summer. And I decided to not dye the wool, so just to keep the natural colors and to separate the wool in 2 colors, the bright light color and the dark one. Oh, and also I took apart the dirty wool, so the sorting was quite intensive phase, but also quite important for the next steps, because if the wool is well sorted and clean, then you will save money for the rest of the process, and the fabric will be nice. I had some analysis of the fineness of the wool in Switzerland. They made analysis for me, and they said it's the first time they saw such a fineness and homogeneity for regional wool, which is not merino. So this is an important part. It's also very healthy for the skin because you have the lanolin, the wool fat. And it's that I don't have here the washing process, but you have a washing factory in Iceland, so it shouldn't be a problem. But here, at the beginning, I wanted only to card it, but the fabric in east of Germany, in Bavaria, they couldn't process the wool as it was because the fibers, they were too long. And they asked me to short it, to cut it. And there are factory in Poland, they are able to cut it. But I didn't want it because I knew
if the fibers they remain long enough in the fabric, then the fabric is smooth and not itchy. Because the short hair, then they will stand up in the fabric. And if you let them long, it will be smooth. And yeah, so this is a combing. So not only carding, but also combing, like when you comb your hair, and all that they get parallel, all the hair. And here it's also making parallel again before spinning. The spinning machine inside. And here you have the first yarn. And then the yarn was twisted in two parts from the weaver, because the weaving fabric they belongs also the spinning fabric, another spinning fabric. So I worked with two spinning fabric. The first one, they combed the wool and spin one times, and then the second one they twisted the yarn. Here at the second fabric, was going quite fast. Yeah, and here it's a weaving already with two colors. So the dark color is for the chain, and for the loom, the other direction, I have the bright color. But if you have many colors, you can have many, how do you say, kind of fabrics. Like you have two sides, and you can have one chain of one color, and then the other loom is of different colors. Maybe Carolina, you can explain it in Icelandic later. It's a bit tricky. Yeah, if you see my mouse here, on the left side, there is, in this direction, the yarn is in another color, and you can switch this color every 20 meters or maybe 30 meters. So if you order 1 or 200 meters, you can have 5 or 6 times different colors in the other direction, and then on the two sides, so you have 12 different colors each time 30 meters. Yes, and this is the fabric at the end. I will send specimen to Carolina so you can see it in real. Yeah, and the bright is 1 meter 50. It's the normal bright for clothing. It's also a bit above 1 meter 50. Yeah, and it's easy to tailor. Then it's like a conventional fabric. Here you can see it better. Yes, the two different colors with two different sides. So, yeah. But you see here on the side, when it's cut, it's not as clear as merino wool. It's a bit hairy and yeah, perfect. Yeah, this is the inside. It's a bit brighter. Yeah, and there's a jacket for the shepherd with zip. Yeah, fast closing. And then here it's merino, my merino wool from South Germany wool, merino wool. And here I also sent to Carolina a ticket made of leather with gold, so it's quite good for the customer to know where does it come from, and it's a bit like it's a plus. Also, where even if they know where does it come from, a ticket is a nice point. And the inside is made of cotton, organic cotton. It's made for bed sheets normally, and it's very smooth. And then a jacket without sleeve, and then yeah, suit jacket. And I plan to make some trousers. On here, you can see on the sleeves at the end, I used leather because the wool is not very homogeneous, so it's a bit more getting faster damaged. Yeah, you have to try with the Icelandic wool. Maybe the fine wool of your wool will be more resistant than this wool. So yeah, that's it. Do you have a question? The trousers are also from wool. Can you show them?
Sorry, once again. The trousers they're also from wool, isn't it? Yes, yes. Here, the trouser I'm wearing on the video, it's from Harry Street. I ordered 2 meters, but it was very expensive, and the quality is not so good anymore. But I didn't make a trouser from this wool now because it's not winter now. But I have trousers of merino wool. I took a Hugo Boss cut and I did the same. It's very classic. Yes, thank you very much. Ef You're einhver welcome. er með spurningar þá má spyrja hann beint. Það má líka spyrja á íslensku en kannski veit ekki hversu einfalt það var að fylgjast með. En ég held svona í grófum dráttum eða augljóst. Þetta er eiginlega frekar gróf ull miðað við til dæmis íslenskt te. Miklu grófari þessi ull, þannig að það er eiginlega áhugavert að sjá hvernig það kom út í þessum jakka, fannst mér. Yes, I think there are no questions now. Perhaps later, so I would contact you then by email and we will talk next days. So I'm just saying thanks a lot for meeting. Of course, now the dogs, I have to stop them. Yes, because your child is arriving very soon. Yes. Yes, so it's really great that you had the chance that the child was waiting for coming into our world, and your wife too were waiting for us. That was very good. So It's a yes, good sign thank you for a very start. Yeah. Sorry. It's a good sign for a good start. For Yes, the that's fabric. right. Yes, that's it. So I wish you all the best for your wife and the child, and we will be in contact. Mhm. Bye bye. Okay. Good night. Já, þá er einlega hérna eitt dæmi aðeins hraðra sem ég ætla að sýna ykkur frá Englandi eða bara einlega eyjunni Skye. Hvernig það virkar hjá þeim, þar sem það er einlega ferlið svipa og hjá honum Laurent. En já, svona aðeins öðruvísi ull. Og mér fannst það bara svo gaman að sjá allt svona í myndbandi í öllum smáatriðum. Það eru hjón sem eru með vefstofu. Ég ætla að sýna þennan vefstof betur seinna en þau sem sagt sortera ullina sína sjálf og gera allt frá grunni nema að þau eiga ekki kindur eins og ég veit best. Landslagið er svona aðeins svipað á hér. Og svona lítur það út hjá þeim. Já, en núna snúum við okkur að Íslandi aftur. Og ég myndi vilja biðja Huldu og Ingibjörgu Þórönnu. Ég veit ekki hvernig þið ætla að skipta þessu á milli ykkar, en koma núna með smá kynningu. Smá spunaverksmiðjur er núna 3 á Íslandi og það er núna fulltrúa þeirra, einlega 2 þeirra, og það verður gaman að heyra eitthvað meira þar sem ef bændur stofna svona fyrirtæki svo að segja sem er ekki beint þessi hefðbundna framleiðslan, þá er það áhugavert hvernig var það hægt og hvernig datt þeim það í hug og var kannski eitthvað þessu krefjandi erfitt, hvernig var hægt að leysa þessi mál. Og enn skemmtilegra ef þetta fyrirtæki er beint tengt ullinni, sem auðvitað bara það sem sauðfjárbændur framleiða umfram kjötið. Já, gerið svo vel, Hulda og Ingibjörg Þórönna. Komið sæl, Já. ég heiti Hulda. En ég sem sagt ætlaði að kynna þá uppspuna og mína smáspunaverksmiðju fyrir ykkur. Og byrja svo sem bara aðeins að segja frá mér. Ég er bóndi, lærður búfræðingur og er líka með kennaramenntun, vann sem tamningamaður og er náttúrulega foreldri eins og flestir en mikil áhuga manneskju alla ræktun. Þannig að
að rækta fé og ull hefur alltaf verið svona svolítið stór þáttur líka og síðan ég með uppspuna og ég hef gaman af að rækta allt, hænur og grænmeti, kýr og svo framvegis. Við fengum þessar vélar 2017 frá Kanada sem við erum með og þetta Minimel, það allt frekar lítið og við Ingibjörgum erum með samskonar vélar, kannski ekki alveg sömu vélarnar allar en þær eru frá sama fyrirtæki og það heitir Belfast Minimels sem að framleiði þær. Þetta fjölskylda út í Kanada sem var með svona, hvað maður að segja, ullardýr en það var enginn sem að vildi spinna ullina fyrir þau eða það sem þessar skepnur gáfu. Þannig að þau fóru bara í það að búa til vélar sjálf og í dag gera þau ekkert nema að búa til vélar og synirnir teknir við og þau eru búin að vera að vinna í einhver 30-35 ár. Og við svo sem erum með þessar vélar og erum bara nokkuð ánægð með þær en Karolína baði að við myndum kannski segja aðeins frá hverjir eru möguleikarnir og hverjir eru áskoranirnar og hvað þarf til að vera með smáspunaverksmiðju. Það náttúrulega kjark fyrst og fremst, ekki best að segja það. En það þarf sem sagt 100 fermetra gólfpláss fyrir þessa samstæðu sem við erum með og það þarf ekki 3 fasa rafmagn, það bara venjulegt rafmagn sem það ganga á. Það þarf svolítið mikið af vatni af því að við erum að þvo líka. Þær taka samt engin ósköp af vatni, það bara svona nokkuð hefðbundið. Þvottavélin 2 tíma að þvo 3 kíló og hún notar náttúrulega fullt af vatni í það. Það sem mesta áskorun hjá okkur finnst mér alltaf vera hitastigið og þessar breytingar á veðri á Íslandi því að frost og hitabreytingar, sérstaklega frost og vindur hefur áhrif á ullina, hún verður svo rafmögnuð. Þá loðir hún við allt og flækist og vill slitna og það eitthvað sem í rauninni hefur svona verið hvað mesti höfuðverkurinn í gegnum tíðina að finna út úr hvað best að gera í því. Og þá þarf að passa rakastigið og við vorum mjög fljót að fá okkur rakatæki og síðan erum við með potta sem við bara hreinlega kveikjum á og látum sjóða í þeim vel þegar ástandið slæmt. Bara til að geta unnið. Þau sögðu okkur það til dæmis í Kanada í viku á vorin og í viku á haustin þegar veðrið að breytast þar, þegar það að fara frá köldu yfir í heitt á vorin og frá heitu yfir í kalt á haustin, þá vinna þeir ekkert í viku. Og ég sagði nú svo sem bara við myndum aldrei gera neitt hérna á Íslandi ef við ætluðum að fara eitthvað eftir því. Þannig við reynum bara að finna lausnir á því sem eru vandamál. Og svo það geymsla. Ég hafði samband við þau út í Noregi sem eru búin að vera lengur en við með svona smáspunaverksmiðju og spurði hvað þau myndu gera öðruvísi í dag ef þau væru að byrja. Og þá sagði hún að gera ráð fyrir góðri geymslu. Því að ull tekur mikið pláss áður hún verður að garni. Og svo tekur garnið bara hellingspláss þegar það orðið svolítið af því. Þannig að það alltaf hellingur sem að þarf að geta verið mögulegt að geyma. Og þarna eru bara kindur úr réttunum mínum. Nú og svo erum við að nota náttúrulegu umhverfisvæn efni og það mjög, ég myndi segja, mikilvægt fyrir okkur. Við erum að nýta allt sem kindin gefur. Við reynum að finna hlutverk fyrir alla ull sama hvernig hún og gerum þá bara öðruvísi garn eða annað úr henni ef hún ekki nýtileg í það sem við kannski gerum mest af og allt sem umfram nota ég nú bara í garðinn á ýmsan hátt og við gætum alltaf að umhverfinu. Nú hér yfirlitsmynd yfir salinn, ég ætla aðeins að hoppa svona fram og tilbaka á milli þessara tveggja af því að þarna mynd af þvottavélinni sem í rauninni fyrsta vélin sem við notum og síðan tætari sem kemur á eftir henni. En síðan eru þetta hárskilja, þetta kempivél, ég held að sjáum músina mína. Þetta sama kempivélin og sama hárskiljan bara síðan frá öðru sjónarhorni, en sést í spunavélina og síðan á baki út í horni, afsakið, tíkin mín. Þar dráttarvél sem við notum og ef við fyrir aftur yfir á þessa. Já, ég sé að tvinnarinn og dráttarvélinn sést reyndar ekki, það eru 2 vélar í viðbót. Síðan keiluvindar sem við setjum allt garn upp á þegar við erum búin að tvinna það. Síðan þurfum við að gufa það í gufuvél til að gera garnið fallegra og koma það í jafnvægi og síðan getum við sett það í hespur eða í dokkur eða hnykla eða kúlur, eftir því hvað við viljum kalla það.
Og þessu allur raðað í þannig að það sé stuttar gönguleiðir á milli. Þannig að þvottavélin nálægt þurrkrekkunum, þeir eru bara hérna hinum yfir gólfið og þaðan fer maður með þetta beint í tætaran og síðan eins og þessar eru hérna hlið við hlið, þetta fer úr þessari yfir í þessa og síðan úr þessari út í horn og síðan beint frá henni í spunavélina og tvinnarinn hérna á móti. Og það stigi hérna inn í miðju húsinu sem skiptir húsinu aðeins upp en þessu öllu svona raðað frekar þétt og ég segi stundum í gríni við starfsfólkið að við megum ekki bæta á okkur neinum kílóum því þá komumst við ekki fyrir. En við höfum nú alveg tekið á móti hópum hérna upp í 50 manns og það nú alveg allt mögulegt hægt og plássið sé kannski ekkert allt of mikið. Nú við erum að vinna með sauðalitina þannig að við erum ekki að lita neitt og það afskaplega fallegt garnið finnst okkur og það mjög gaman að prjóna úr því, það mikið af ullarfitu í því þegar við erum að vinna með það af því að við erum að nota það lítið af sterkum efnum eða engin, við notum bara umhverfisvæn efni og þá ullarfitan í garninu þegar við erum búin. Nú aðkoma vefnaði, mér langaði svona aðeins að segja frá því að við getum spunnið vefnaðgarn og við höfum gert nokkrar tilraunir og allt mögulegt og þar á meðal til dæmis ef við nefnir svona nokkur nöfn, þá Guðrún Kolbeins sem kennari við háskóla í textílháskólanum, hún hérna bað mig einu sinni að spinna fyrir sig garn annars vegar í S og hins vegar í Z og svo ófun úr því þetta sjal meðal annars og notar þá aðra tegundina í uppistöðunar og hina tegundina í vafið og þá verður svona skemmtileg áferð, ég veit ekki hvernig þetta sést hjá ykkur. Og Kormákur og Skjöldur fengu okkur til að í gegnum forystusetrið að spinna þráð sem var sendur út til Skotlands og það var ofið í klæði sem þeir hafa verið að gera sixpensara og þverslaufur veit ég og síðan hafa þeir verið að fá íslensku ull og senda hann út til að láta spinna fyrir sig og vefa en Daniel í forystusetrinu hefur aldrei áfram að biðja okkur að spinna fyrir sig og eins hann reyndar ekki í það verkefni, í Gilhaga, en við höfum spunnið fyrir hann gatt til að senda þarna áfram út og hann að fá það í klæði og Kormákur og Skjöldur vinna með það. Nú ég hef svo sem aðeins verið að vefa sjálf, það nú ekki mikið en svona pínulítið og mér finnst nú svona miklir möguleikar í að bara vefa alls konar líka listaverk. Nú textílmiðstöðin náttúrulega með vefstólinn sinn, þannig að stafrænu vefstólana. Þetta hérna mynd á okkur hjónum, en ég aðalega að ná athygli á þessa húfu hérna. Þetta sem sagt garn sem ég lét vefa úr garni sem ég spann einmitt hjá þessum sama og Daniel notar þessari sömu, það kona. Og síðan saumuðum við Kjartan sem klæðskeri þessa húfu í sameiningu fyrir bóndan. Og svo það þessi rannsóknarhópur sem samanstendur af nokkrum aðilum sem erum að reyna að finna út úr því hvernig við getum endurvakið vaðmálið eða vefnaðinn til að búa til fatnað. Hér búið að vefa úr tröllabandi sem við gerum. Það mjög gróft og hér síðan kjóll, vikingakjóll sem ég saumaði mér úr sama klæði og bóndinn fékk húfur. Þetta saumað með handspunnum tógþræði í höndunum, svo ég segi nú aðeins frá því líka. Ætlaði síðan að setja það neittpunkt að lokum, ég held að þetta sé örugglega síðasta glæran, að vélarnar eru litlar og afköstin eru náttúrulega ekki mjög mikil. Bara svona til að koma því ef við erum að fara að kannski að fá einhvern sem að gæti hugsa sér að opna vefstofu eða farið að vefa einhvers staðar, að þá held ég jafnvel grundvöllur til að fá enn eina vélasamstæðu til að spinna eingöngu í það verkefni. Því að við þegar allt gengur vel, þá erum við að vinna kannski 16 kíló á dag, en oftast þetta svona í kringum 8 til 10 og jafnvel niður í 4 eða minna. Þannig að afköst, þetta smáspunaverksmiðja út af dollu, það lítið svo sem þannig séð sem að heildarafköstin eru. Þá held ég sé búin að koma því frá mér sem ég ætla að segja, en svo bara spurði það eftir. Þetta ekkert hvernig ég geri bara svona, þá ég hægt að deila þetta skjá. Yfir til þín, Ingibjörg. Já, takk fyrir þetta, Hulda. Ég var nú ekki með neina kynningu og ég veit ekki alveg við hverju ég á að bæta
kannski bara kynna mig samt bara fyrst. Ég heiti Ingibjörg, ég með urði ullavinnslu sem í Dölunum. Ég nú verkfræðingur og vinn sem slíkur ennþá en með ullavinnslu líka. Okkur langaði bara, við fengum hugmyndina af ullavinnslunni bara til að fyrsta lagi auka verð til bænda. Okkur fannst ullarverð vera of lágt og okkur fannst leiðilegt hvað verið ekki að nýta alla sauðalitina. Bara allt sem hét mislit að það var ekki verið að vinna það sér í band hjá Ístax. Við vissum alveg að Huldu, vissum að Gilhaga og okkur var frábært hvað þau eru að gera og okkur langaði bara að gera líka og ég held að það sé alveg pláss fyrir 3 ár og eins og Hulda segir ennþá fleiri smáspunaverksmiðjur á Íslandi. Já, og við erum sem sagt ekki bændur sjálf, þannig að við erum að kaupa alla ull af bændum og þar lendi getum við keypt og við fáum sem sagt bændur til að flokka lambsullina sér og ærullina sér og þannig að við vinnum lambsullarbandið alveg sér. Ég veit að Hulda hefur að gera það líka en kannski minna mæli af því að við erum að kaupa ullina. Já, og svo alla liti sem sauðfjárkynið býður upp á sem eru bara ótrúlega margir og fjölbreyttir litatónar sem að fær út úr þeim. Við eins og Hulda búin að segja, við erum með eimsvélar og uppspunni, þetta vélar frá Kanada, við erum með ennþá minni, við erum bara með 8 snælduspunavél, Hulda með 12, ekki satt. Þetta með hitastig og rakan, maður getur ekki unnið ullina að rakastigið lágt, þá er hún svo rafmögnuð að það er ekki hægt, það er það sem maður þarf að huga. Þetta þarf alveg töluvert pláss, við þurftum að gera upp húsnæði til að geta opnað smáspunaverksmiðju, það náttúrulega kostaði helling líka fyrir utan vélarnar. En já, mér var góður fyrsti punkturinn hennar Huldu að það þarf svolítið kjark í það. Kjarkar konur Hulda. Ég veit ekki hvað ég á að bæta við fleira. Við hefum ekkert verið að vefa. Já, vefstól en ég er nú ekki eins og að gera svo fræga að læra á hann en mér langar það rosalega mikið. Það kemur að því, veit að einn. Bara það var ekki geggjað að einhver myndi setja upp spunaverksmiðju til að spinna í vefnað. Mér finnst það bara mjög áhugavert verkefni. En endilega spyrjið ef það er eitthvað sem ég er að gleyma að taka fram. Kannski sérstaklega þessa liti sem þú nefndir, ef ég man rétt, þá er það aðlega, svo að segja, M2 litirnir sem þið eru að vinna úr, er það rétt? Svona grá, mórautt eða gólsótt, flekkótt, er það rétt hjá mér? Já, við vinnum bara í rauninni alla liti sem við fáum frá bændum. Já, við vinnum grámórautt sér og gráflekkótt, svartflekkótt, móflekkótt, svartgólsótt, mógólsótt. Þannig að bara við fáum bændur til að flokka hún í alla liti sem þeir eiga. Kolótt. Það er eins hjá okkur, við vinnum alla liti bara eins og þeir eru í boði og ekkert síður hvítt, sko. Alla liti sem er að fá. Mórautt mjög vinsælt. Svart og grátt, náttúrulega svart flekkótt verður náttúrulega bara grátt, bara mismunandi tóna af gráu. En bændur, svo að segja, selja ykkur ullina og þá seljið þið bandi áfram, eru þið að spinna fyrir bændur sem vilja fá band úr sinni ull, eða hvernig virkar það? Bæði og? Já, svona bæði bara, við leggjum upp með rauninni að kaupa ullina og selja bandið, en við fáum alveg fyrirspurnir og erum alveg að spinna svona sérverkefni fyrir bændur sem vilja fá eitthvað uppáhaldslamb tilbaka. Já. Er það einhver munur, Hulda, er þú líka bara, svo að segja, kaupa ull frá bændum eða er þið alveg að vinna ullina frá ykkur? Við kaupum mjög lítið af öðrum en samt eitthvað smávegis, en við erum langmest að vinna fyrir á okkar kindum og síðan fyrir aðra sem komu öll til okkar. Ég myndi segja að það væri alveg 60% sem erum að vinna fyrir aðra. Já. Og þeir fá sá sitt gatt tilbaka, sem sagt. Kannski svona aðeins mismunandi áherslur, er einhver annar munur á milli verksmiðjana, svo að segja, ykkar beggja? Hvað er einhver munur, er það bara þetta, eitthvað annað? Á okkur Ingibjörgu? Já,
Meinar, eða urðuöll? Nei, ég held að við séum bara svolítið að tjúta í því sama, sko. Já, Mjög einmitt, gaman en hjá. á öðrum landsluta og bara fínt að Já, hafa fleiri en eina, en já. Kannski eitt varðandi reglugerðirnar sem banna ullaflutning á vissu leyti. Hvernig er það? Er þið ekki í Snæfellsneshofi, Ingibjörg, eða hvernig er það? Nei, við erum í Dalahólfi niðra. Já, allt í lagi, þannig ekki eins stránt og þar í Snæfellsnesi, einmitt, já. En samt, já, mögið þið líka taka á móti ull til dæmis úr riðuhófum eða þetta sem kallast svona áhættuhófum? Nei, við gerum það ekki. Nei. Nei. Einmitt. Þannig að það er svona takmörk. Hulda, þú tekur á móti ull úr öllu landinu, er það rétt skilið hjá mér? já. Einmitt. Já. Það er svona mínar spurningar, kannski er aðri með bara allt öðruvísi spurningar. Nei, ég vil taka spurningar þáttinn. Má ég aðeins byrja, Hulda, þú myndist á viðbót sem sagt ef það ætti að fara að vefa spinna fyrir vefnaði, er nóg að bæta við sem sagt bara spunavélum eða eins og hjá þér til að, eða þyrfti að vera alveg heils verksmiðja í rauninni dedikeruð í þetta? Sko, ertu þá að meina ef ég myndi bæta við spunavél og spinna aukalega í þetta? Já, er bara hugsanlega, já. Já, sko, vélarnar eru þannig uppbyggðar að þær vinna í röð og hafa undan hverju annari. Þannig að ef það er einhvers staðar meira að gera eða minna að gera hjá einni þá eru bara næsta tóm. Já, þannig að þær eru ekki, já. Og við höfum oft verið að hugsa það sko hvort við ættum að stækka og þá myndum við eiginlega taka inn næstum því allar vélarnar aftur ef við ætlum að tvöfalda sko. Þannig að það er í rauninni, og eins líka ef að þú ætlar að fara að gera garð þá þarftu eiginlega allar þessar vélar til að fá það almennilegt. Það þarf náttúrulega þvottavélina og spunavélina og tvinnarann og kempuvélina og svo framvegis. Það er þá helst bara frágangsvélarnar sem að gæti kannski verið færri. Það er með eina spurningu, er þú að gera þetta ein eða þið báðar hverja fyrir sig eða eru þið með starfsfólk auk þess? Bara svona að segja bara til að spinna, ekki að selja eða svoleiðis, bara svona að hugsa spunan. Ég er með 4 starfsmenn. Hvað segir þú? Ég er með 4 starfsmenn. Bara í spunaverksmiðjunni? Í spunaverksmiðjunni, já. Já, ég skil. Ingibjörg, það er ekki í fullu starfi. Hvað segir þú? Það er ekki þeirri í fullu starfi. Þetta er ein svona smá spunaverksmiðja, kannski full starf fyrir 2 til 3, 2,5 mann. Já. Myndi ég segja. Já, það verður sama hér, þú veist, ég myndi helst vilja hafa 2 alltaf. Það er bara búið að vera 1 í spunaverksmiðjunni hjá okkur í vetur. En ég myndi helst vilja hafa 2, en það verður 2 í sumar og vonandi í framhaldinu. Alltaf 2. Já. Það er áhugavert. Ég fékk nefnilega, ég komst í kynni við spunaverksmiðjuna sem Laurent var að nota til að búa til þetta efni. Hann benti mér á hana og ég talaði við þessa konu aðeins betur þegar ég heyra það sem hún var upphaflega líka að spá í minimal vélar en þá fann hún annað í staðinn. Nefnilega tillega stóra vélar sem voru bara sem hjón átti í öðrum landsluta Þýskalands og þessar vélar kostuðu notaðar einhvern veginn svona sama og minimal en samt einlega útkoman miklu umfangsmeiri. Þetta miðað við þessa tölu sem ég heyri núna frá ykkur, það er minnst að kosti 3 eins mikið og hún vinnur virkilega ein í þessu. Það fannst mér áhugavert dæmi, en það hefur talsvert áhrif greinilega og ég ákvað bara að bað hann að taka eitthvað upp þannig að ég geti skoða myndband af þessari verksmiðju. Þá, já, hún talaði í þýsku. Þess vegna hefur þetta einn svona stutt, hún að kynna sig, hún nefnilega sjálf, eða það eru hjón sem að vinna í þessu, líka með 50 kindur og
Og já, hún heiti Hanna sem sagt og þau keyptu þessar vélar fyrir minni 5 árum síðan og þeim datt það ærlega í hug út af því að þau eru með þessar 50 kindur og voru ekki að gera neitt við ullina. Þau nota kindurnar í beit, svo að segja beitaþjónustu. En mér er svo frábært að ríkið í Þýskalandi borgar bændum fyrir að bita landið. Það er einlega öfugt og hér. Já, það kom þessi hugmynd upp að gera eitthvað og láta spinna og fyrst sem sagt að pæla í minimöl en þá uppgötvuðu þau að þetta væri einlega meira að segja ódýrara að kaupa hérna verksmiðju og hún þarf samt miklu meira pláss og það er kringum 300 fermetra sem þetta tekur og hún byrja bara hérna smá einlega sýningu, hún fer í gegnum verksmiðjuna, þannig að maður sé þetta. Þessi vél hérna fyrsta er tætarinn og maður sé þetta er svona talsvert breitt og stórt. Og það var aðeins vandamál að þetta þurfti svo mikið pláss þar sem þessi bygging er ekki einangruð. Og þótt það sé talsvert hlýra í Þýskalandi getur hún eiginlega ekki unnið á milli janúar, febrúar, mars. Það er ekki hægt þar sem það þarf að vera inni 25 stig og rakastigið, Hulda var að tala þetta, það var að vera talsvert mikið, að minnsta kosti 70% hjá þeim. Hjá þeim er þannig að einlega ullin má ekki vera með löng hár eins og sést hér. Ef hárun er lengri en 15 cm þá festa sig einlega þarna í tætaranum og þá ef það verður of mikið þá verður allt stopp. Þannig að ef maður ætlar að láta spinna hjá þeim þá vilja að klippa ullina í sundur eða hún þarf að taka eitthvað úr vélinni. Það er hægt að taka einhverja af þessum sífölum svo að segja tækjum eða hlutum út þá nær vélin líka að vinna með ull sem er lengri. Hérna fer þetta sem sagt inn og núna sýnir hún bara allt. Núna kemur vél sem er líka kempivél. Hún er líka talsvert stærri og breiðari, svona ef maður ber þetta saman við þetta sem er hjá uppspuna og urði, það er allt svona frekar nett. En hérna er svona virkilega verksmiðjuvélar. En samt hún nær þessu, Hanna nær að vinna þarna ein. Og hún vinnur heldur ekki allan daginn þar sem þessar vélar eru oftast að vinna svona 5 tíma í einu, verður svona 1 skref. Þau segna vinnur hún oftast svona 5 tíma á dag og þá býður hann fram á næsta dag. Þannig að sé maður svona einmitt það sama og gerist í litlum verksmiðjum, lítilli verksmiðju. Bandi er svona að segja hlippjan, hvað það kallast, kemur þarna út og lítur svona út. Þetta er merino ull frá Þýskalandi. Svona frekar breið hlippja. Svo kemur næsta vélin sem býr til aðeins breiðari. Hún hafði vélarnar ekki í gangi á meðan hún var að tala sem það væri svo mikil hávaði að það væri ekki raunhæft að skilja eitthvað. Þarna verður það aðeins mjóra, aðeins þetta. Það sem hún sýndi áðan, kannski við hoppum aðeins tilbaka, sem hérna hún sýndi líka að það væri svona einhver fita á þessum bláa stykki, þar sem það vandamál hjá henni, hún getur ekki unnið nema með ull sem hefur hámark 0,3% af fitu. Það er þetta munur með við minimöl, þar sem eins og Hulda var að lýsa, ullin hefur frekar mikla fitu með við ísteksull. Svona lítur út eftir næsta skrefið, það er þynnra og þá er hægt einlega að spinna. Þarna eru 72 pláss, svo að segja, til að spinna ullina, þannig að það er mikið pláss og þau nota oft ekki öll þessum svo að segja plássum eða sætum eða hvernig maður vil kalla það. Annars er það mjög svipað held ég og hjá minimöl, maður sé þetta
eins og það snýr. Þetta líka eins bara fleiri í einu. Já, bandið getur verið svona þund eins og þarna og svo sérvél til að tvinna. Og það Veistu bara hvað tegund þetta er af vélum, Karolína? Hvað segir það? Veistu hvað tegund þetta er af vélum? Nei, en ég get athugað það. Ég veit að þau byrja á þessi hjón annars staðar, þau byrja þessu á 7. áratug. Já, veistu frá hvaða landi þær eru þá? Ég held það að vera framleiddar í Þýskalandi. Já, ok. En ég get athugað það betur. Það skal skrifa þetta bara niður. Já. Og það sem hjá þeim líka, það tekur lengst að tvinna, fyrst það ekki nema 18 plás sem getur spunnið. Áfram, hún talar meira ég held það samt að það væri svona helsta. Já, það er með líka komin, kannski sína eitthvað bandinu sem var, veit ekki af hverja, þarna bandið, þetta sem sagt merinoull frá Þýskalandi, þessi merinoull aðeins innan gæsalappa grófari en frá Spáni eða Ástralíu en samt frekar fín. Já, bara svona til samanburðar, þá væri gaman að heyra hvernig gengur bændum að stofna annars konar innan gæsalappa fata-tengd fyrirtæki eða bara vinnslu og þá kemur núna Elín Jóna Traustadóttir inn með sína saumastofu sem hún að stofna og já, bara gera svo vel að tala hana. Já, takk. Ég ekki með neina glærur og ekki neitt en ég ætla bara aðeins að segja ykkur, ég heiti Elín Jóna og bý í Tungufelli í Hrunamannahreppi og við erum með 120 kindur og ég var svona eins og Ingibjörg búin að vera mjög örg yfir mjög lágu ullarverði og vannýtingu á ull en ég í grunninn ég nú kennari, meira að segja íþróttakennari en vinn við upplýsingatækni eða tölvu þjónustu í menntaskólanum á Laugarvatni en hef alltaf haft áhuga á að sauma og það svona ég hellti mér svolítið út í það 2023 stofnaði fyrirtæki Fjallaspunni ehf og svo leiddist ég inn í að stofna ullarverið rétt fyrir utan Flúðir en seldi það núna á haustdögum aftur til Margrétar sem var með mér í að stofna það þannig að hún heldur áfram með það, ég veit ekki hvernig staðan á því núna en þá í rauninni varð ég munaðarlaus með saumastofu og nú ég að reyna að koma mér upp aðstöðu bara heima. Ég hef verið að nýta ull og sauma úr ull og ég mjög mikið í þjóðbúningasaumi og þetta svona hefur allt undið upp á sig og heilinn, hann næri ekkert alltaf að stoppa hugmyndirnar þannig að þær koma svolítið á færibandi. Á hlaður hjá mér lítil kirkja sem heitir Tungufellskirkja og ég saumaði þjóðbúning eða faldbúning sem munstrið á honum úr kirkjunni og þetta hefur svona aðeins undið upp á sig og ég bara í geymslu núna alveg heila saumastofu með vélum, ólukkvél og beinsaumsvél og gufukalli, straubolta og svona allt saman sem eiginlega bara bíða eftir því að komast í almennilegt húsnæði og ég vona að ég nái því í sumar. Ég hef bara verið ég svona að byrja núna að lítið kringum eftir styrkjum. Ég svo sem fór aðeins í gegnum það þegar ég stofnaði
fjallaspuna og ullaverið. Þannig að ég er bara núna til dæmis bara með umsókn hjá atvinnumálum kvenna í sambandi við að fá fyrir styrk fyrir fjárhagsáætlun eða gera fjárhagsáætlun og svo já, þetta er svona kannski grunnurinn og ég hef bara mjög mikinn áhuga á, ég hef ekki verið mikið í vefnaði en öll handavinna finnst mér gaman og ég fór að heimsækja Huldu þegar ég bjó til værukæran og þá vantaði mig ull. Værukæri sem svona kúripúði sem að maður sefur með og hann er fylltur með íslenskri ull og vantaði svolítið mikið af ull og það var svona kannski kveikin að því ég fór í ullarverið og vonandi get ég haldið áfram með það verkefni í framhaldinu en já, svo er ég svona að sauma úr ullarefnum og svoleiðis þannig að það bara ég svo sem veit ekki hvað framtíðin byrja skaut sinni með þetta ef að svona verkefni myndi detta inn á borð hjá manni þá myndi maður ábyggilega þurfa starfsmann með sér til að sauma sko. Þannig að maður ég er svo sem bara opinn fyrir öllu. Þannig að það er svona helst það sem að ég get sagt ykkur ef þið vilja svo spyrja. Takk fyrir, já, þannig að ef ekkert sérstak gerist þá ætla að sauma til að byrja með allavega ein í saumastofunni að gera öll skref sjálf. Já. Það er ég skil hjá mér, já. En Já. ef eitthvað stórt kemur þá myndur taka fleiri inn. Já, Já. það er svona stefnan að það gæti orðið möguleiki. Einmitt, já. En það sem ég bý nú upp á fjöllum að þá veit ég ekki alveg hvernig það væri að fá mannskap í vinnu hjá til mín sko. Á betuna kannski ekki, já. Einmitt, já. Frábært. Já, eru fleiri spurningar? Annars myndi ég bara halda áfram þess að verður seinna líka aftur tækifæri að spyrja. Ég er með smá kynningu af þessum á þessum hugmyndum sem eru á bak við verkefni sem var í gangi eða sem líka rétt byrjuð þar sem það er ýmsar rannsóknir búnar eins og Hulda var að nefna en núna er einlega stendur til allavega í mínum huga að bara hefjast handa og taka næsta skrefið. Núna vona ég að þetta gangi að deila sem, já, núna gengur það. Aðeins að hafa þetta. Sjá vonandi. Bara strax þessi upphafssíða sýni ýmislegt. Þetta eru 8 myndir úr Iðnaðarsafninu á Akureyri. Og þetta er dæmi sem var fötum sem voru framleidd á Íslandi úr íslenskri ull og allt einlega ofið sem sést hér. Hérna var líka notuð gæra, ýmislegt hægt, líka ýmsum litum, söðalitum og líka lita ullina og eins og kom fram líka hjá Laurent, það er svona svipaði þetta auðvitað ennþá fínna. Þetta efni hér, jakkaföt, en líka allt sem maður getur hugsað sér. Þannig að þetta var raunveruleikinn og ullin nótæf til þess. Það þarf ekki að flytja inn meira ull ef maður ætlar að framleiða á Íslandi. Og því allir sem eru sauðfjárbændur vita þetta, í dag samt að allt þetta fór á hausinn fyrir 40 árum það bil. Ekkert ullefni eða hvað má til núna sem unnið virkilega á Íslandi og það sem í boði úr íslenskri ull eiginlega eingöngu herraspariföt og ofan í íslenskri ull sem sagt, enga úlpur, enga vinnubuxur, engin pils og einmitt þessi M2 ullaflokkur, fallekkolsort, grámóru eða flekkótt reyfi alveg hvað nýtt.
En á sama tíma vinna sauðfjárbændur utan bús til að komast af og það finnst mér svona mótsagnakennt, eða fannst mér alltaf og það núna einn möguleiki að það gera eitthvað annað í staðinn eins og Hulda og Elín Jóna og Ingibjörg og já, það margir möguleikar. Á sama tíma nefnir líka að hafa í huga, fyrst oft koma þessi rök, þetta allt of dýrt, Ísland hálauna land, en á sama tíma svona einhver venjuleg úlpa innan gæsalappa Íslands fatafyrirtækis, bara maður þarf að borga 80.000 krónur og þessi úlpa framleidd í Kína. Og meðan svoleiðis til og fólk til að borga fyrir, þá líka hægt að sauma þetta hér á landi. Já, en við fara meira þetta seinna, eins og Hulda var líka að nefna hópinn sem var á bak við þessa rannsókn sem við gerum. Við byrjum einlega fyrir 2 árum síðan og Ragnheiður Björk Þórsdóttir, hún eins og Elisabeth Steinunn Sørensen Jóhannsdóttir, þær báðar vefnaðar sérfræðingar og kennarar á þessu sviði og þær báðar með námskeið reglulega sem var að vefna, þannig að það möguleiki að læra þetta frá grunni hjá þeim. Og svo var Kjartan Ágúst Pálsson sem kjólameistari og kennari á Ísafirði var með í þessu, þannig að fjölbreyttur hópur. Já, þið vitið sjá, þetta svart goldsort, mjög flott ull og líka grámórautt, eitthvað sem maður má ekki henda eða bara flytja óþvegið út eins og það gert í stórum stíl núna. Já, ef maður hugsa sér markmiðin verkefnisins sem heild, það einlega að nota íslenska hráefni, nota allir liti, sérstaklega M2 og borga bændum gott verð fyrir ullina, nota þel og tók bæði saman og sér, þetta líka einlega vanligt að nota þetta sér og hafa í samræmi við þetta tölur og horni, beini og líka tré hugsanlegt íslenskt hráefni sem sagt og fullnýta afurða, einlega sami hugsunarháttur á bakvið eins og Hulda var að nefna, nota allt sem hægt Annar markmið að bændur vinna sem flest á þessum verkum einlega sjálfir. Það eitthvað sem gæti verið nýtt og mismunandi hæfileika koma að þarna og það líka hægt að hafa þetta í mismunandi umfangi eða taka tillit til mismunandi þarfa. Ef það ekki bara einn bóndi sem gerir það, heldur nota svo að segja starfsfólk fyrir ýmis skref þar á milli, þá líka hugsanlegt að vinna bara hluta ásins eða bara hlutastarfi á annan hátt. Það ýmislegt hægt sem ætla að tala seinna meira. Allavega þetta starf þá ennþá fjölbreyttara en bóndas, já, en líka bara, óskapurinn nú þegar á annað borð. Og ekki síst það getur verið mikill kostur ef þessi aðstaða heima á búinu. Sem stundum eitthvað laust af húsnæðum og ef ekki hægt líka að koma upp nýrri aðstöðu, allavega þarf maður það ekki að keyra í burtu. Og annað markmið líka til að hafa þetta samt ódýrt innan gæsalappa, þannig að það alveg raunhæft að búa til vinnubuxur til dæmis úr íslenskri ull sem maður fær ekki samviskubit við að nota þær fyrst það svo dýra, þannig að alveg hægt að halda verðinu niðri ef það engin milliliðir. Það eins og með matvælaverslanir, þær leggja bara ótrúlega mikið ofan á þetta sem bændur fá og þetta sama fyrirbæri með föt og maður getur gert það öðruvísi. Það hafa þetta beint frá bíli eða hafa sameiginlega pöntunarsíðu og lager. Þá myndast beint tengsl við neytendur og auðvitað sem heild markmið bændur fá meira í vasann. Samt hugsanlegt að hafa samstarf við Ístex, til dæmis ullaþvott. Þetta fyrirtæki auðvitað í eigu bænda og afkomendur þeirra og maður getur skoða bara alls konar möguleika. Eins og þið vitið, áður fyrr var allur fatnaður framleiddur heima á hverju búi, frá kind til flíkur og ýmislegt kom út þarna. Þetta bæði, sem sagt, hversdagsföt, vinnuföt og virkilega spariföt. Svo tóku verksmiðjurnar við,
en samt voru til alls konar föt sem voru 100% íslenskt. Bara svona nokkuð dæmi frá 1976 alveg hérna þessar greinar, eða bara hauslínur, 100.000 metra fatadúk ofni hjá Gefjun síðasta ár. Bara hugsa sér 100.000 metrar, einmitt þetta sem vantar hjá okkur í dag. Svona leit það út, nokkuð dæmi viðbót. Hérna er úlpa sem fórum með gæru. Það líka spennandi sem ekki til í dag, ekki sama hvaðan það kemur. Líka bara fín föt, þetta voru íslenskir starfsmenn tengdir flugflæginu. Þetta tekið í New York, þessi mynd, og hún nokkuð táknræn, finnst mér, svona fín jakkaföt. Já, ýmislegt annað fyrir börn og konur og líka svona næturslopp. Já, það verður oft spurt, vill fólk svoleiðis í dag? Og sumir, sérstaklega eldri fólk frekar svartsýnt. Það segja að það fór ju allt á hausinn á sínum tíma, þannig þetta eiginlega vonlaust, en þess vegna fórum við í markaðsrannsókn. Og það kom í ljós ýmislegt spennandi sem kemur kannski óvart. Ég ætla aðeins að nefna það helsta. Við spurðum, hefur þú nokkurn tímann átt fatnað úr opnu ullarefni? Og það voru 35% sem eiga þennan slíkan fatnað enn í dag, sem var áhugavert var að heyra að hlutfallið hjá ungu fólki, nefnilega á milli 18 og 25 ára, var hærra, nefnilega rúmlega helmingurinn af þeim á slíkan fatnað enn í dag, og 67% borgarbúa, sem sagt þeirra sem búa í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað var þetta sem þú áttir, eða hvað það sem þú átt? Og það sé maður strax kápa úlpa og buxur standa upp úr. Húfa hérna líka frekar oft nefnd, en ég held það sé alveg misskilningu, það kom fram í einhverjum athugasemdum, það líklega prjónahúfur að hluta til með. Svo var spurt annað og það voru 20% og þá kom í ljós að 5% af því víkingafatnaður. Þannig að kannski marghópur sem við hefum ekki búin að spá mikið í áður en greinilega til. Þjóðbúningur má ekki gleyma því, fyrst það sem sagt kannski það sem íslenskast af öllu. Já, en spurning, hverjir voru helstu kostir flíkurinnar? Og það stendur upp úr hlý, endingagóð, loftað vel í gegn og maður alltaf fínn í henni. Þannig að maður getur alls ekki talað að þetta sé of gróft eða sveitó eða hvað sem Þetta þvert á móti, líka fólk á höfuðborgarsvæði sannfærð að þetta sé fínt, þótt það sé kannski bara hversdagsföt. Helstu ókostir, áhugavert að þá komu miklu færri svör en við helstu kostir. Það var sagt að það sé erfitt að þrífa og þvo, það sem kannski það helsta, maður getur ekki bara hent þessu í þvottavél. Það stingur var nefnt og heitt gæti að vera og þungt. Áhugavert var að karlmönnum finnst það oft manni vera of heitt, en það alls ekki tilfell hjá konum. Á meðan karlmenn sögðu næstum því aldrei að það sé of þungt, þannig að maður sá svona áhugaverðan mun á milli kynja. En fólk sem sagði að það stingur, það var bæði ungt fólk og elsti aldurshópurinn sem ég fannst líka áhugavert. Mér sýnist svona jafnvel þannig að eldra fólkið sé mest gagnrýnin gagnvart ullarfötum eða bara ullarefni. Og kannski má ekki taka tillit til þess, þá verður maður svartsýnn, heldur bara einblína á hina aldurshópa. Hvað myndi vilja helst eignast úr íslensku ullarefni ef þú myndi velja í dag? Og þá útivistarföt langefst. Það var líka áberandi ef maður skoðar þessi svör. Það voru svarendur í þessu tilfelli 284, en svörin voru talsvert fleiri, þannig að fólk vildi einlega eignast fleiri en eitt svo að segja fatastykki. Útivistarföt, hversdagsföt, vinnuföt og svo einlega spariföt var það sem var oftast nefnt.
þjóðbúningur, rúmlega 20% líka, og líka sérstaklega ungt fólk eða borgarbúar. Dreifbýlisbúar voru líka sérstaklega nefna vinnuföt, þannig virkilega eftirspurn af þessu sem bara alls ekki til. Og í hvaða tilefni myndi nota þessi föt? Það útivinna á veturna, var efst gönguferðir, hjólaferðir, útivinna á sumrin. Það sést einlega strax, þarf ekki að segja mikið meira. En líka mjög áhugavert, svarendur voru hérna 282, en svörin voru fleiri en 1500, þannig að það voru svona rúmlega 5 tilefni sem fólk gat hugsa sér að nota föt úr ópnu ullaefni. Þá var spurt hvað skiptir máli ef þú velur fatnað, það sem oft sagt þegar fólk vill bara kaupa ódýrt og það skiptir öllu máli, en það kom alls ekki þannig út í þessari könnun. Efst, maður gat valið í rauninni, skiptir það máli, þá einlega mestu máli 100 og ef það skiptir engu máli, það það 0. Þannig að því lengri þessi dálkur, því meira máli skipta þessi rök. Og efst var fötin sé þægileg, að þau endast vel, og að verðið sé sanngjarnt, þannig að sá sem framleiðir fötin hefur afkomu. Það var nefnilega, sem sagt, fekk talsvert meiri jákvæð svör en að hafa lágt verð sem kemur hérna. Það voru nefnilega bara svona í kringum 50 á meðaltali, en það augljóst að maður getur sett vörurnar á viðunandi verði fyrir þau sem framleiða fötin. Íslensk framleiðsla er mjög mikilvægt líka, að meðan reykjanleiki skiptir minni máli, þannig að maður þarf ekki endilega að láta koma fram frá hvaða bæ ullin það greinilega eitthvað sem kannski gaman að hafa með, en ekki eins mikilvægt og að það sé íslenskt yfirhöfuð á að vera punktur. Náttúrulega efni, fólk vill greinilega ekki endilega bara þetta gerviefni sem á að svo vinsælt hjá mörgum, en kannski örlega ekki, greinilega ekki hjá öllum. Dýravelferð skiptir máli og það þetta sauðfjárbændur mjög góðum málum, sem þetta íslensku sauðfjárbúskapur dýravænasti í heiminum. Vistvænt, loftslagsvænt var annað og auðvelt að þvo. Einlega þetta sem maður ætti að taka tillit til ef maður markaðssetja þessi föt. Ef við skoðum hinn endan, að líta út eins og hinir og að það sé þekkt vörumerki, eða það sést að það var dýrt. Nýjasta tíska, það skiptir mjög litlu máli, sem líka áhugavert, þannig að maður þarf ekki að hafa mikla áhyggjur af þessum punktum. Þannig að, í stuttu máli, já, fólk vill svoleiðis föt. En geta bændur þetta, þarf ekki rísa vélar til þess. Og það svarið nei, það þarf ekki endilega að rísa vélar til þess, eins og vorum að sjá, sagt, Minimö með litla vélar og líka þótt það sé stort sem hannar með samt hægt að hafa heima hjá sér ef maður hefur aðgang að einhverju, svo sé lítilli höll. Það sem sérstaklega spennandi ef maður hugsa vefna sérstaklega, ég ætla aðeins að skipta yfir og sýna ykkur hvers konar vefstólar eru til, sérstaklega í Englandi og ekki síst í Skotlandi. Aðeins vonandi gengur það, ég þarf fyrst að opna þessa slóð og þá reyni ég að deila. Já, þetta fótknúin vefstóll. Þið sjá þetta einlega svona alltaf upp og niður. Og breytin líklega svona 1 yard eða svona tæpum metri. Og þessi vél heiti Hattersley. Og það þannig að maður þarf alltaf að skipta eins og það sést núna skipta handvirkt. Og þessar vélar eru oftast á milli 100 og 60 ára gamlar, eru enn í notkun til að vefa Harris tweed hjá mörgum.
Nei, þetta á að vera valkostur, það þarf ekki rafmagn, það er ekki mjög mikil hávaði og alls ekki mikið pláss. Það er virkilega hægt að nota þetta heima hjá sér. Það er einn möguleiki, svo er annar, hérna að skipta. Þetta er líka fótknúið en aðeins öðruvísi, nefnilega eins og reiðhjól, mjög skemmtilegt, mjög auðvelt að reifa þetta og þessi vefstóll er breiðari, 2 metra, mjög rætt, þetta vefur 4 metra á klukkutíma og mikill kostur við þennan vefstóll sem er kallað reipja er að skipturnar, svo segir þetta að fóðra svo að segja vefstólinn með bandið, það virkar sjálfvirkt, þannig að maður þarf ekki að standa alltaf upp, skipta skiptu, þetta gengur bara út af sjálfu sér, eitt dæmi í viðbót með þennan og það sem er ennþá betra sem það getur verið erfitt að nálgast svona gömlum vefstóli, þessir vefstólar sem heitir reipja eru framleiddir enn í dag og hægt að kaupa, þetta er í Englandi og hérna maður sé þetta aftur, hvernig það virkar, hérna þetta spúla svo að segja, þannig að þaðan kemur garnið beint inn í vefstólinn, mjög þægilegt og mjög hraðvirkt. Og svona vél sem er svo breið kostar 4,3 milljónir ef þessi vél er ný og það er hægt að kaupa sama vél aðeins mjóri, 1 járn sem er 91 centimetri og hún kostar helmingurinn, þannig er rúmlega 2,1 milljón sem er alveg, það gæti borgað sig mjög rætt upp ef maður hugsa sér 4 metra á klukkutíma og ef maður nær að hjóla svona í 4 tíma á dag sem mér var sagt að það var svona algengt sem maður svo segja nennir að þolir, það er 16 metra á dag, það er virkilega gott fyrst þetta efni ekki selt á 1000 krónur metri. Bara svona sýna ykkur dæmi af þessari framleiðslu. Hérna stoppa, þannig að ég kemst hérna tilbaka og hafa hitt aftur. Tæknin er sem sagt hægt og hægt heima á bænum. Ef maður hugsa sér núna hvaða skref þarf, hvernig er hægt líka að hafa verkaskipti á milli bænda, þá eru það líka þessi skref sem er svona kannski helstu skrefum, ferlinu, til að framleiða föt, klippa kindurnar, þvo ullina, það er hægt að hugsa sér að gera þetta í verksmiðjum, sem sagt hjá Ístex, eða koma upp þvottaða vél heima hjá sér. Svo var ég hægt að taka ofan af, sem sagt taka togi af telinu. Það er hægt að nota vél til þess en líka hægt að gera þetta með höndunum til því hvað á að koma út. Það þarf að kempa, hlyppja, spinna, það er einmitt þetta sem gerist hjá uppspuna og hjá urði. Það er hægt sem sagt heima á bæ en líka hægt kannski til að byrja með þegar flýta fyrir að gera þetta í verksmiðju eins og þá sást í þessu dæmi hjá Laurent. Þá eru 2 möguleikar að vefa eins og við vorum að sjá áður og svo er líka hægt að nota prjónavél. Það er eitthvað sem virðist vera ennþá frekar útbreitt að fólk nota prjónavélar og það er líka hægt að framleiða efni með því að nota prjónavél, ekki bara svo að segja heila sokka eða peysu eða svoleiðis og þá er hægt að sníða efni til og nota líka ýmislegt. Þannig að kannski hægt að hugsa þetta samlíða við vefnað sem að prjóna, það er auðveldara, þessar prjónavélar eru ekki eins dýrar og bara öðruvísi líka eftir því hvað maður er vanur. Í öllu tilfelli þurfti að þæfa eða þvo efnið, þannig að þetta verður þétt og með einhver yfirborð sem er viðunandi fyrir verkefnið. Það var þróa snið sem hendar nákvæmlega fyrir svona ullaefni og sem hendar líka fólkinu sem ætla að nota fötin. Þá er hægt að sníða þetta til, hafa þetta sem sérskref
Smíða tullur, eins og við nefna. Svo kemur næsta skrefið að sauma. Maður getur hugsað sér til dæmis að einhver bóndi vill kannski bara sauma og fengið efnið tilsniðið til sín. Og það spara líka tíma. Það er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga ef maður vill hafa mikil afköst, hvernig nær maður því, og það er alltaf, maður virkar alltaf hraðast eða vinnur hraðast ef þetta er alltaf það nákvæmlega það sama sem maður gerir, ekki mörg mismunandi skref, það missir maður alltaf tíma inn á milli. Já, og svona síðast að þvo fötin þegar eru tilbúin eða gufa, og það er eiginlega hægt að senda þetta eða afhenda viðskiptavinum. Samhliða þurfum við að hafa markaðssetningu, tæknilega aðstoð bara við að setja upp vélar eða líka ef það bílar eitthvað. Líka námskeið auðvitað til að afla sér þessa þekkingu eða byggja upp þessa hæfileika. Og sameiginlegt pöntunarkerfi sem næri við alla þessa vöru sem eru framleiddar úr íslenskri ull. Það er eitthvað sem myndi hjálpa til. Fólk þarf ekki að leita eftir því hvað sem heldur, það veit þetta á einum stað og hægt að panta allt mögulegt saman. Ef maður hugsa sér hraða þetta, þá væri hægt að hafa hérna þetta gula eingöngu í verksmiðjum, bara til að ná upp markaði, og svo auðvitað sem langtímamarkmið væri að hafa allt grænt, þannig að öll skref eru tekin af bændum. Hvernig lítur það út, eða getur lítið út fyrir bændur? Sem sagt, það er hægt að hugsa sér, gera þetta heima á bænum, spara auðvitað tíma og orku, maður þarf ekki að keyra, maður spara eldsneyti eða raforku og spara húsaleigu ef maður þarf ekki að vera með neina stóra byggingar þar sem margir eru að vinna. Augljóst meira að vera eftir í vasanum, og það er líka fjölskylduvænt, sérstaklega ef maður er með lítið börn eða yfir höfuð eitthvað sem þarf tíma. Maður þarf ekki að sem sagt fara annan stað og einmitt þessi keisla fram og tilbaka teka oft bara mikil hluta dags. Síðan vinnutími er mikil kostur fyrir bændur, mjög hagstætt fyrir búskapinn ef maður þarf til dæmis ekki að vinna á sauðburði eða þegar heyskapur eða á haustin, heldur maður vinnur til dæmis bara á veturna eða bara einmitt fyrir utan þessara álagstíma. Og líka umfangið má vera sveigjanlegt, maður getur hugsað sér, einhver bóndi til dæmis saumar 10 buxur á mánuði, annar bóndi kannski 100 buxur á mánuði. Það er allt hægt ef maður skipuleggur þetta vel. Sumir vilja samt helst vinna innan aðra. Það er auðvitað líka hugsanlega að koma sér upp sameiginlegan vinnustað ef maður vill það. Já, eins og við nefna hægt að vinna allt árið, bara utan álagsmánaða, eða líka hafa þetta sem íhlaupa vinnu. Ef það er allt í einu mikil eftirspurn eftir ákveðum fatnaði, þá hleypur maður í, eða ef einhver veikist sem hefur unnið í heilsársvinnu, maður getur tekið að sér eitt verkastig eða fleiri, allt eftir því hvernig áhuginn og líka hvað maður getur. Það sem væri hugsanlegt að greiða á stykki, til dæmis sníða til eina buxur, það kostar það svona mikið, ef maður saumar eina buxur svona mikið, þannig að fast verð, sanngjarnt verð sem hentar virkilega með við fyrirhöfn og sérhæfingu, og það er líka fyrir sjáanlegt fyrir bóndan sem vinnur þessi skref, þannig að hann getur reiknað með ákveðna tekjur út frá því sem hann vill gera mikið og hann stjórnar vinnuraðanum bara sjálf. Auðvitað verður þetta að vera mjög gott skipulag þess sem þetta getur verið flókið og maður þarf að hafa þetta í huga frá upphafi. Það væri líka mjög æskilegt að hafa frekar margt starfsfólk til að vera virkilega sveigjanleg, þannig að maður dettur ekki út að allt er uppsett þegar mesta eftirspurnin það væri leiðinlegt. Og líklega hentugast að hafa þetta allt sem verktaka ekki fastráðið til að vera sveigjanleg og taka ekki neina mjög stóra áhættu. Söluverðið til viðskiptavina þarf sem sagt að vera sanngjarnt
en samt sem lægst, þannig að fólk hefur ekki samviskubit að kaupa þetta eða bara sem sagt nota þetta, þessi föt til útivistar og til að vinna í eða hversdagslega. Spariföt er líka einhver undantekning, það skiptir það mjög litlu máli hvað það kostar, allavega hjá sumu fólki og það ætti að nýta sér það líka til að kannski jafna eitthvað út á hinum sviðum. Aftur kannski aðeins meira þessar vélar. Við höfum séð svona ýmislegt núna í þessum myndböndum og myndum og svo framvegis. Og auðvitað svona frekar algengt er að eiga saumavél. Venjulega saumavél eiga mjög margir. Overlock saumavél líka einhverja, samt ekki eins margir. En maður sé hérna fer eftir því hvaða lína það er hérna í kring, því algengara eða ódýrara er yfir rauninni þetta tæki. Prjónavélar sem sagt virðist vera frekar algengar og það eru ýmsar gerðir til, þannig að það ekki fjárfesta eins mikið. Ullavinnslu og spunavélar eru tvei möguleikar. Þessi minni virðist ekki vera mjög ódýrt, samt ekki það dýrt að það sé ekki hægt. Ef maður er það heppinn að ná í einhverja stærri vélar þá sem eru gamlar, það mögulega er það ódýrara en það var að hugsa það þarf líka meira pláss, þannig að kannski svona í heildinni gæti verið eins dýrt, fer allt eftir því hver staðan er á búinu, hvort það er eitthvað, til dæmis einhver hlaða sem er vannýtt eða eitthvað sem hætti að kannski einangra. Vefstólar, eins og vorum að sjá, það er líka allt mögulegt til, hægvirkur og handknúin, líka hágæða vinna auðvitað, bara þessi vara sem kemur þarna út er bara mjög fín og getum við notað í spariföt. En líka vefstóllinn ódýrastur en efni sem kemur út úr því verður einlega í sölunni dýrast. Þá er til þetta sem við sáum fótknúin, annarkvort hettasleið eða þetta reipja og síðast er til hugsanlegur vefstóll sem er rafvirkur og rafknúin og það þarf maður að passa sig að þetta hendar íslenskri ull þar sem margir af þessum vefstólum eru það rafvirkir að ullin gæti slita, þannig að það er, maður þarf að sjá mörkin í hvert tilfelli. Að smíða tölur er eitthvað sem líklega hver og einn gæti gert heima hjá sér, það er ekki mikið til þess. Ströjárn og ströjárnbretti eitthvað líka sem er bara algeng, þannig að margt í boði fyrir alla í rauninni sem hafa áhuga að taka þátt í þessu ferli. Já, Ísland er eitthvað láglaunaland og það getur ekki gengið, það segja margir. Þá benti mér ein kona á Svíþjóð, þar sem einmitt svona vinnubuxur úr ullaefni eru í boði þar fyrir það við 35.000 krónur og þessar vinnubuxur eru mikið notaðar af smíðum hér á landi. Það var það sem hún sagði mér og Svíþjóð er heldur ekkert láglaunaland þvert á móti, þannig að það verður að vera hægt hér líka. Og sem sagt, ég segi bara muniði eftir þessari hversdagsúlpu sem kostar 80.000. Það hlýtur að vera hægt að finna einhverja lausn. Já, núna er komið svona yfirlit hvað gætu verið næstu skrefin, tímaáætlun, ef við viljum virklega að byrja. Styrkir skipta miklu máli núna þegar við erum að þróa áætlanir, það sem auðvitað getum að gera það alltaf í sjálfboðavinnu en eiginlega ekki æskilegt. Og það er þróunarsjóðurinn sem hætti að sækja næsta haust. Markaðssjóðurins Icelandic Lamp er líka aðeins seinna samt í haust og það er auðvitað grunnur að fjármagna. Það eru fleiri sjóðir líklega í boði. Næsta vetur gætum að þróa einmitt markaðsáætlun og skipuleggja öll skref í öllum smáatriðum, hvaða vélar gætu komið til greina, hvaða bændur myndi vilja vera með og maður gæti líka haldið áfram með því að safna markvisst ull sem er af mjög góðum gæðum, mjög góð hreyfi, rein og fín af einmitt M2 flokknum og nota einmitt eingöngu M2 í þessa fyrsta framleiðslu. Þá væri strax komið betra verð. Við myndum safna þetta sér og eiginlega borga bændum
sérstaklega, ekki láta þetta fara í gegnum Ístex. En samt gæti Ístex þvegið ullina. Þau eru til í þetta, það er hægt að koma til dæmis 200 kíló, 300 kíló og þá getum við óskað eftir meðferð sérstaklega. Það þurfti að kempa, lypja og spinna. Það væri hægt að gera sem sagt til bráðabirgðar úti. Eins með að vefa og þæfa, þannig að maður væri komið frekar rætt með efni án þess að fara í fjárfestingar áður en maður veit að þetta virkar, að þessi markaður er virkilega til. Það er líka að taka sem minnsta áhættu, þess vegna er þetta úr, svo að segja með að senda þetta út til bráðabirgða, allt þetta er gutt, svo að segja til bráðabirgða. Maður setur upp pöntunarkerfi, aðlaga sníða til og svo framvegis og fer að senda og afhenda. Þá er hægt að gera árangursmat og sjá hvernig það fer og hvernig gengur með söluna og hvernig viðbrögðin eru hjá viðskiptavinunum. Og ef og þegar það kemur í ljós að þetta er alveg raunhæfur kostur, þá getur maður stofnað framleiðsluhóp og virkilega hóða saman alla bændur sem hafa áhuga að vera með og halda áfram í rauninni. Bændur þurfa þá að fjárfesta í ákveðna vélar, hægt að sækja til dæmis uppbyggingarsjóði sem er alltaf á haustin. Bændur vélar, sækja námskeið, fá tæknilega aðstoð og þá getur eiginlega framleiðslan hefst næst bara vorið 2028. Þannig að það er alveg raunhæft að byrja núna og hafa útkomuna eftir 1,5 ár, tæplega 2 ár. Kannski fer ég bara rætt yfir þessa möguleika. Það er ýmislegt hugsanlegt varðandi þessa samvinnuhópa. Til dæmis samstarfshópur bænda stofna samvinnufélag og það verður búnir til samninga við hvern einn sem skilgreina verkarsviðið, skuldbindingar og réttindi til að hafa þetta allt á hreinu. Einhver bóndi gæti til dæmis stofna fyrirtæki á sína kennitölu, tekur allt skipulagi að sér og ræður þá aðra bændur sem verktaka, það er líka hugsanlegt. Og ef vel gengur, ætti að stofna EHF eða HF í kringum þetta verkefni. En þá eru auðvitað formlegu kröfurnar meiri. Einhverjir bændur eru kannski líka með þetta fyrirkomulag hvort sem þannig að það væri hægt að nýta sér það. En mikilvægt væri að athuga einmitt þessa kosti og galla nánar í vetur í markaðsáætluninni. Það voru styrkpottir sem mér voru kunnugir, væri gott að fá aðeins meira. Ég man að Elín Jóna var að nefna líka atvinnumál kvenna. Það gæti verið, ég held ég, ýmsum landshlutum eitthvað til sem er svona kvennatengt ef það er einmitt konur sem vilja fara í þetta. Þróunarsjóður, makasjóður, uppbyggingarsjóðir í öllum landshlutum, brothættar byggðir, eitthvað annað líka sem gæti verið spennandi. Menningarsjóður Kaupfélag Skagafjarðar gæti kannski líka komið inn í þetta, fyrst það hefur mikið áhrif á nærsamfélagið, allavega í Skagafirði. Þá er til Lóa nýsköpunarsjóður, kannski kemur það líka til greina og kannski vitið þið líka fleiri og þá væri gott, kannski spyrja bara núna, veit einhver af fleiri styrkmöguleikum áður en ég held áfram. Er ekki Rannís alveg eitthvað sem hægt er að sækja í? Rannís, Já. eru það ekki sérhæft í rannsóknum sérstaklega? Það er örugglega væri hægt að heimfæra einhverja hluti af þessu sem rannsóknarverkefni, eða sem sagt sko, já. Já, Já. þróunarsjóður hjá Rannís. Já, það er þróunarsjóður hjá Rannís, sko. Já, er það? Já, er svolítið til, það vissi ég ekki, já, gott. Já. Hvenær er fresturinn þar? Er það einu sinni ári eða tvisvar eða Nei, vitið þið það? 2 ári. Tvisvar ári, frábært. Er það á vorin og haustin eða hvenær? Já. Já, það held ég sko bara í janúar eða febrúar og svo aftur haustið. Já, flott. Það er úthlutun núna í maí. Já, Já, þetta tekur allt svolítið langan tíma. Umsókninni Já, já.
Já, Og Það er þar eru sko, þar eru til dæmis þrjú stig, það er fræ og það er styrk, hvað heitir þetta? Fræið er fyrst og svo sem sagt, þegar verkefnið er komið aðeins á stað og svo þegar verkefnið er í rauninni, já, það eru ykkur þrír. Já, 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 já. Já, Ég man það bara er ekki þannig að þú færð ekkert endilega, þó þú fáir sko fyrsta stigið, þá er það ekki garantið að fáir annað og þriðja. Nei, Og nei, þú nei. fáir ekki fyrsta stigið, þá færðu stundum annað eða þriðja. Mhm. Þannig að Já, það já, borgar já. alltaf að sækja um. Það fer bara Já. eftir því hvernig verkefni stendur í rauninni, úr hvaða sjóð þú getur sótt. Á, Og já, svo náttúrulega flott. hönnunarsjóður. Hvað séu? Svo náttúrulega hönnunarsjóður. Hönnunarsjóður, já. Já, Já, hvenær er það annar alltaf? tvisvar á ári líka. Flott. Á svipjum tíma eða? Já, hönnunarsjóður var úthlutað úr honum held ég núna í mars. Já, Umsóknarfrestur var í janúar og svo er aftur í haust. já, já, já. Glæsilegt. Já, kannski ennþá fleiri, en það líka, við erum mjög góða bendingar. Það sem ég vegi með að hugsa, matvæðisjóðurinn kemur ekki til greina, hann virkar svo svipaður en líka með svona ýmis stig, það er með þetta sem vandaði fyrir ullina. Þannig er mjög gott að hafa þetta, þetta ranni sjóðu, þessi sjóðu, þróunarsjóðu, ég held það sé svona samhlýða markfræðisjónum, kannski er það þetta. Já. Einhverjir fleiri sem ykkur detta í hug? Annars er það líka komið talsvert mikið, það gæti ég athuga betur með skilyrðin. Svigna, innlega myndi ég helst fara í umræðu ef það er raunhæft. Kannski líka það bara svo mikið núna sem við komum með, svo margar upplýsingar, að það skipta yfir og segja eitthvað sjálf. Hvað finnst ykkur þessar hugmyndir? Veistu á fólki sem hefur verið í svipuðum pælingum kannski þú sjálfur eða sjálf. Vantar eitthvað hérna í þessu sem ég var að lýsa í þessu ferli til dæmis, eitthvað sem þér líst sérstaklega vel á, eða eitthvað sem þér finnst alveg út í hött sem getur alls ekki gengið að þínu mati. Kannski byrjum á því, ef er einhver skoðun hjá ykkur, það eru núna, já, 20 sem við erum hérna, næstum því. Já, það væri gaman að heyra eitthvað beint, svona frá hinum sem hafa hlustað til þessa. Engin minn eina skoðun. Jú, alveg fullt af skoðunum sko. En sko, ég er alveg viss þetta er hægt eins og við vorum að tala um. En mér langar svolítið til þess að vita að þessi vefstólarnir sem eru svona fótstignir og er ekki rafmagn, það eru allt bara gamli stólar. Eru þeir framleiddir enn þann dag í dag, þessi sem eru bara svona fótstignir? Ekki að við viti. Ég held það séu bara þessi sem eru eins og reiðhjói. Já. Þeir eru framleiddir í dag og það er bara einmitt núna búið að þróa minni útgáfu, þannig að það greinilega er mikil eftirspurn eftir þeim. Það er þarna Ölster stólarnir. Hvað segir þau? Það eru stólarnir þarna sem eru framleiddir í Ölster í Breitlandi. Já, einmitt. Já, akkurat. Griffith heitir þetta fyrirtæki og það er margir á þessum eyjum í Skotlandi sem er að vinna eða vefa fyrir Harris Tweed, nota einmitt þessa stóla sem þessum mikil kost að það þurfa ekki að skipta sjálf skiptu. Alltaf að spara mikinn tíma og það eru svo ótrúlega raðvirki samt bara, vinnur samt allt nákvæmt. Reynslan hefur verið mjög vel hjá þessum. Ég veit að þessi hjón sem voru þarna á fyrsta myndbandinu þegar það gekk svo rætt, þau eru á eyjunni Skye og þau hafa unnið að þessu, eða þau byrjuðu 2012. Þannig að það er komið mikið reynsla og greinilega eitthvað sem virkar virkilega vel. Þau voru líka í öðru áður, þannig að þau voru ekki vefarar en þeim fannst það svo sannfærandi að þetta væri, svo segja, þurfti ekki rafmagn, ekki nein mengun,
þessum auðvitað rafmagn útjátt framleitt einhverjum, já, mengandi, hvað segir maður þá, rafstöðum. Og það er eitthvað sem fannst mjög sannfærandi líka að þetta er svo hljóðlátt í rauninni þótt það sé ekki hljóðlaust, en það er ekkert með við svona rafvirka vefstólar eins og núna eru setti upp í Færeyjum. Það voru líka í Þýskalandi mikið, það er svona virkilega iðnaðarverksmiðja, það er svakalega hávaði og þetta er allt öðruvísi þar. Já, það er örugglega sko, þessi stólar henta örugglega mjög vel fyrir íslensku ullina eins og til dæmis uppspunni og þessar mínimillur á Íslandi er að gera. Vegna þess að þetta snýst allt uppistöðu þráðinn. Já. Og ef þetta er ekki einhver svakalegur hraði og eins og mér sýnist þetta að vera, ég er búin að vera að skoða þessa stóla í mörg ár, þá sýnist mér þetta að vera mjög svipað eins og íslensku ullin og þá ætti þetta algjörlega að vera gerlegt. Já. Ég vofi úr ullinni frá uppspuna alveg 40 eitthvað metra fyrir Hallormsstaðaskóla og það slitnaði 1 þráður á allan tíman. Þannig að Já, mjög sannfærandi, það já. alveg frábær, það er algjörlega hægt að vinna uppistöðuband. Já. Það var alltaf hægt, það hlýtur að vera hægt ennþá. Þannig að Já, ég er alveg sannfærður þetta er hægt og ég held líka að þetta sé framtíðin, sko. Já, já, gott að þú ert svo bjartsýn líka. Já. Ég hef líka, hvað segir Má ég koma inn? Já, já. Ég var að hugsa það sem þú varst að tala styrkina. Já. Ég hef sótt styrki til kaupa á vefstól og sem sagt, vegna þess að nú bý ég í næsta nágrenni við uppspuna og ég taldi að það væri þá næsta skrefið í því samfélagi að fara sem sagt, yfir í vefnaðinn. En það er svolítið akkillesarhæll í mörgum af þessum styrkjum að það eru ekki veittir styrkir til tækjakaupa. Nú, já. Og kaup á vefstólum telst tækjakaup og þar af leiðandi, þó ég teldi mig vera með ofsalega flotta umsókn, að þá var henni hafnað á þessum forsendum sem að ég held að þessir sjóðir, margir hverjir, ættu að endurskoða vegna þess að við þurfum ekki endalaust stuðning við að breyta húsnæði, rekstraráætlanir og jari. Við þurfum styrki til tækjakaupa. Já, auðvitað. Hvaða sjóður Líka var það það er sem uppbyggingarsjóður. hafnaði? Lísa, það er uppbyggingarsjóður. Já, það er sjóður, það er þarna á Suðurlandi. Nei, það er bara uppbyggingarsjóður sem er bara í menntamálaráðuneytinu. Já, en sko margir af þessum sjóðum styrkja ekki tækjakaup og það fækkar þeim. Já, nei, það er innviðasjóður fyrir ekki uppbyggingarsjóður. Já. Það er innviðasjóður. En það er til dæmis uppbyggingarsjóður á Suðurlands, ég hef svolítið sótt að þar er samt ákvæði í úthlutunarreglunum að það má veita styrk til sértækra tækjakaupa. En það virðist vera rosalega erfitt að þú veist, hvað er sértækara en að kaupa vefstól til að halda áfram, skiljiði. Þannig að þetta er alveg rétt. Já, því sem að þeir eru búnir að vera að styrkja og byggja upp. Akkurat. En við getum ekki stoppa bara við mínimils því að við gerum meira en að prjóna og það styrkir svo mikið þessa bandframleiðslu að breikka notkunina. En ef ég má kannski aðeins, þá langar mig að koma nokkra þætti, ég hef verið að selja efni í gegnum vefverslunina hjá mér, bara innflutt frá Bretlandi, ullarefni og frá Evrópu. Og það er alveg vöntun á það er markaður fyrir ullarefni. Þú veist, það er bara komið í ljós alveg
maður bara veit það. Og ég sé alveg fyrir mér og það myndu flest allar konur sem eru að sauma sér þjóðbúning missa vatnið eða þær gætu keypt sér íslenskt ullarefni í sinn þjóðbúning. Þú veist, það væri held ég bara nánast frá þeim tímapunkti sem það væri hægt eingöngu notað í þjóðbúningagerð sem er orðin rosalega mikið vakning í og unga fólki að hefur mikinn áhuga á því. Ég sé fyrir mér að geta saumað hökla fyrir kirkjur úr íslensku ullarefni og alls konar svona verkefni sem að maður væri hægt að útfæra. Og síðan líka í framhaldi af þessu brölti mínu með ullarverið að þá komst ég í samband við ullarverksmiðju sölumann Bretlands. Þannig að það er bara einn maður sem fer allt Bretland og kaupir og selur ullarverksmiðjur, eða semst vélar úr ullarverksmiðjum. Og það er það sem er að koma niður á Flúðum og ég myndi alveg ímynda mér að það væri hægt að sjanghæja hann í að finna vélar sem myndu henta og það var einmitt, við vorum að senda út ull til að athuga hvort að vélarnar myndu henta íslensku ullinni. Þannig að þetta eru alls konar svona pælingar. Frábær bending, já, þessi maður. Já, en svo bara þetta með sjóðina, þú veist, maður þarf náttúrulega bara að fóðra vélakaupin með annars konar verkefnum. Þú veist, þetta er einhvern veginn, það þarf að vera yfirleitt er hægt að sækja styrki til vinnu og þá myndi maður sennilega þurfa að fóðra alla svona styrki í sambandi að við erum að fara að vinna þessu og þessu og þessu og svo yrði það unnið í sjálfboðavinnu og peningur notaður í að kaupa vélar. Þannig getur maður aðeins svona farið í kringum þetta. En annars líst mér mjög vel á þetta og mér finnst þetta rosalega spennandi. Já, góða bendingar. Ég held líka að sé mjög kannski misjafnt eftir landslutum hvernig þessi uppbyggingarsjóðir eru eða hvernig nefndin ákveður. Ég veit til dæmis hér, það var ekkert mál að fá styrki til dæmis þegar ég var að byggja upp ostavinnsluna í svona sérstaka potta. Það er einmitt þetta sértæka sem er leyfilegt. Fyrst, ég held það snýst aðlega að fólk kaupi sér ekki tölvur eða eitthvað sem væri hægt að nota í allt annað. Til dæmis vefstóll, hann er eingöngu hægt að nota í að vefa. Þú getur ekki nota hann til að elda eða gera eitthvað allt annað, bara svona sem dæmi. Það eru svona tæki sem eru svo að segja fjölnotatæki og ég held þau vilji ekki að fólk fjárfesti í það og einlega fer út úr þessu sem þau vilja upphaflega gera og nota þessa vélar þá sem sagt ekki upprunalegu tilgang. Ég held það sé kannski ástæðan fyrir þessa reglu sem finnst ég einlega skynsamleg en ég held í okkar tilfelli fyrir svona vefstól, allavega hér fyrir norðan ætti ekki að vera neitt mál. Það getur verið að sé misjafnt eftir landslutum. Þannig að Lísa, var það hjá þér, var það uppbyggingarsjóðurinn sem hafnaði kaup vefstóls eða? Já. Ég sótti kaup á til ullar til vefnaðar að framleiða efni og vinna með það sem að kemur úr mínu héraði og þá var það alfarið hafnað vegna þess að það er ekki verið að styrkja tækjakaup. Já. Kannski eru reglurnar þarna líka öðruvísi en annars staðar. Það þurfti að skoða í hver skipti fyrir sig en að gera athugasemd við þessa uppbyggingarsjóði en annars eins og Elín Jóna nefna, maður getur fundið aðra leiðir sem oft nauðsynlegt líka að koma með eigið framlag, hvort sem
svo segja sjálf, búið að vinna innan gæslappa. Þannig að Já, þetta já. verður að koma inn og þá getur maður bara skipulagt heita áætlunina þannig að maður kemur með sömu upphæðina út og þá einlega Já, bara, þá verður það að vera eitthvað annað en já, tækjakaup. já, Þá verður en það maður er margt til dæmis markaðsáætlun er oftast styrkt, ég veit nú ekki hvað það sé á Suðurlandi eins, en eða svona viðskiptaáætlun, ýmislegt í þessa átt, markaðssetning held ég sé oft dæmigert. Já, en við finnum út úr því held ég þegar það að því kemur, en gott líka að bara benda á það, þannig að bara passa reglurnar í hvert og eitt skipti, þannig að við lendum ekki neðin vandræðan óvænt. Já, eitthvað fleiri athugasemdir, Ég kíkti hérna inn á SSNVAF. já, Þar er þetta líka alveg tekið fram. Ekki er veittur styrkur til kaupa á fyrirtækjum eða hlutafé, kaupa eða Já, já. endurnýjun á fastafjármunum svo sem vélum og tækjum. Og svo framvegis. getur þú lesið aftur varandi véla og tæki? Já, þetta er heyri liður A. Ekki er veittur styrkur til kaupa á fyrirtækjum eða hlutafé, kaupa eða endurnýjun á fastafjármunum svo sem vélum og tækjum, framkvæmdir á húsnæði, né til kaupa á lóð eða húsnæði. Já, áhugavert. Kannski breytist það. Það sem er held ég nú 6 ár síðan. Já, áhugavert. Þannig að það má ekki það einlega hvað einlega styrt þá í staðinn. Maður spyr sig. Já. En já, kannski líka áhugavert hvort það sé athyglisvert. En við þurfum að athuga hvort það sé virkilega kannski eins landi allt núna. Og það heitir bara mismunandi eftir landslutum en einlega reglurnar eru sömu. Það gæti auðvitað verið ef það er allt á vegum samtaka sveitarfélaga. Því miður er framleiðnisjóðurinn ekki lengur til, hann til dæmis styrkti tækjakaup. En kannski er það einmitt þessi þróunarsjóður Rannís, kannski er hann að taka við af þessu, það gæti vel verið. Allavega var það sagt að sem tíma þegar framleiðnisjóðurinn datt út að það eru aðrir sjóðir sem myndi sinna einmitt þessu sömu. Já, en við finnum út af því, held ég. Já, varandi kröfur, spurning hvort einhver annar þarna í hópnum sem er núna að hlusta til að bara tjá sig hvaða kröfur hann eða hún myndi gera ef hann eða hún væri með. Eða hvaða hlutverk myndi vilja taka að sér í þessu tilfelli. Það er svo margt hægt að gera. Ég kom sem sagt með þessa könnun í sauðfjárbændahópnum á sínum tíma. Mér sýndist að það voru frekar margir sem hafa áhuga að sauma til dæmis og sérstaklega líka ef það kemur til tilsnýðið, efnið. Það er líka auðvitað spurning hver sníðar til. Það er og hver er að þróa sníð, en það voru líka ýmsar, en já ýmis, kannski betur sagt það, voru bæði kynin. Einhver hérna sem svaraði þar og vill segja eitthvað meira, það væri gaman. En samt oft svona þögull hópur og allir lusta segja ekkert. Hreinlega ekki. Já. Kannski Hulda, þú sjálf, hefur þú nokkurn tíma hugsað þér að útvíkka starfsina með því að til dæmis setja upp vefstofu? Eða er það eitthvað sem þér finnst betra að einhver annar gerir þetta sér? Ég stakk nú upp á því við bóndan á öðru eða þriðja ári að við myndum bæta við vefstofunni en hann tók ekkert vel í það. Nú er það? Það er ekki að hafa meira húsnæði handa mér. Þannig að það hætti þegar við. En það er bara það mikið að gera í að spinna. Já. Það er allar rými til að bæta við vefnaðinu líka í því sem að spunasverksmiðjan er að gera, sko. Já. Það er þá einhver annar að sjá það, sjáðu. En líka góðu punktur, sérstaklega auðvitað, þetta er líf málsins, bændur eru aldrei stórfyrirtæki, þetta er fátt fólk
og kannski best að hver og einn tekur eitt skref að sér og maður vinnur það bara saman og tekur tillit til hina, raunin til þarfa þeirra. Já, einmitt, já. En það sem ég myndi vilja líka undirstrika að vissu leyti að það er hægt að taka eitthvað mjög lítið skref að sér líka eins og til dæmis að bara pakka fötin og senda eitthvað svona sem þarf ekki neina sérstaklega þekkingu en skiptir líka máli að þetta virkar og kannski líka ég bara hugsa ef einhver hefur eitthvað lagarrými sem bara kannski ekki raki í því en það þarf ekki við einu sinni að vera upphitað eitthvað staðar, svo að segja, vel í sveitsett. Þannig að kannski meira að segja að maður getur nýtt sér einhverja ferðir í einhverja landsluti. Það eitthvað sem myndi nýtast líka, en líka bara allt nýtist úr þessari keðju sem voru að finna. Já. Akkurat í þessu sambandi að þá það líka bara að vera með starfsmenn sem svara tölvupóstum. Já. Og halda utanum sem sagt þessi fjarvinna sem svolítið vegna þess að það heilmikið mál og ekki öllum gefið að svara tölvupóstum og sonur minn rekur mjög stórt fyrirtæki sem meðal annars að hjálpa ferðaþjónustubændum að sjá samskipti við kúnna. Já, einmitt. Þannig að og þetta oft sem að situr í fólki að svara tölvupóstum. Já, það góða punktur, skipulagi og einlega bara samskipti, bæði og bara, sérlega samskipti, viðskiptavinnana má ekki vanmeta, það tekur mikinn tíma og maður verður líka að setja sig inn í málin, þannig að maður getur ekki sendt einhverja staðarsvör. Alveg rétt saman því, þannig gott að hafa þennan punkt sér. Þetta sem það fer langt umfram þetta sem bara skipulag, bara samskipti, ég skrifa þetta bara niður. Alveg rétt. Já. Ég held líka þessi heimasíða sem myndi lýsa öllum þessum vörum, ef hún vel uppsett og kemur með alls konar upplýsingar, þá gæti það líka hjálpa til að fólk hefur ekki eins margar spurningar. Það kannski líka mikilvægur grunnur sem maður má ekki vanmeta og það eitthvað sem heit ég þessi sjóðir, uppbyggingarsjóði, svona heimasíður, eitthvað sem styrkhæft ef ég man þetta rétt. Þannig að það kostur í þessu tilfelli. Það myndi falla undir væntanlega markaðssetningu, þannig að það væri hægt að fá styrk í það í heimasíðugjörð. Já. Og það til dæmis verkefni sem ég myndi alveg sjá fyrir mér að geta tekið að mér líka. Já. Einmitt, hvernig það aftur þín sérhæfing? Ég hef unnið í tölvugeiranum í 25 ár þannig að bæði í þjónustuskóla og einkafyrirtækja og þannig að ég bara með heilmikla reynslu í bæði vefsíðugerð og svo svona, upplýsingatækni vinnu. Frábært. Það með eitthvað sem sé ekki sjálfgefið, sérstaklega á milli bænda, alltaf best með að sækja í þennan hóp, ekki þurfa, svo að segja, kaupa þessa þjónustu einhvers staðar. Þetta mjög dýrmætt með þennan bakgrunn. Já. Eitthvað meira í þessa átt. Annars ég held að hafi komið mikið fram, eða ertu með eitthvað meira? Nei, ég var bara að spá, þið með eitthvað eins og Facebook-hópið eða eitthvað svoleiðis þar sem að væri hægt að halda svona þessum hóp umræðum saman og kasta á milli og fá hugmyndir og svoleiðis eða hvert næsta skref, svona sjáu þið fyrir ykkur?
Það er ekki Facebook-hópur til ennþá, en það er einmitt hugmynd. Vandamálið finnst mér hjá þessum Facebook-hópum að kerfið, svo það er bara Facebook, er að sía allt í raun. Maður verður að fara sjálfur á þessa síðu og skoða virkilega nýjustu færslurnar til að sjá allt sem kemur fram þar. Það er ég vonlaust að fá tilkynningar. Það er eitthvað sem pirrar mikið, en það er til möguleiki að setja saman svona messenger-hóp sem ekki bara tvö tala saman eða tvær heldur 10 eða 20 og það auðvitað það sést alltaf. Það er finnst ég kostur. Ókostur er að það er ekki finnst mér ekki mjög notendavænt þar sem það er ekki mikið yfirsýn ef maður getur ekki sett upp svona einn þátt og allir senda athugasemdir eins og í þessum hópum. Það er einfalt með Facebook-hópa að ávarpa alla með því að setja @merki everyone og þá koma skilaboð til allra. Þannig að þú veist, í sjálfu sér ef það er einhver spurning eða eitthvað og þú svo setur bara í chatið fyrir neðan @merki everyone og þá kemur tilkynning til allra í hópnum. Þannig að í sjálfu sér að þá er held ég það betri vettvangur heldur en. Já, mjög gott. En svona spjallhópum, finnst mér líka að þetta, maður finnur ekki neitt, það er mjög erfitt, mjög gott að vita þessu möguleika að hann virki. Já, þá myndi ég segja bara næsta skrefi stofna svona hóp og dreifa því á meðan allra sem bara voru hérna núna á listanum, kannski því sem hafa áhuga á þessum fundi, dreifa til allra sem gætu haft áhuga, bara svo að segja á heimasíðunni sinni eða svona svo að segja Facebook heimasíðu. Já, ég held það sé einlega best til að ræða smáatriðin, hætta samskiptum eða hætta sambandi. Ég er líka með hérna eitt sem ég nefndi í upphafi til að skrá sig svo að segja örgan hátt. Þessi síða hérna býður upp á svona eyðublað þar sem maður getur skráð áhugasviðin og það sem maður hugsa sér svona ýmislegt í þessa átt. Það er eitthvað sem ég mætti mæla með fyrir alla sem vilja taka svo að segja skrifið lengra. Þannig að það sjáum til hvað kemur út. Það var eitt að dreifa þessari slóð líka. Sem þetta er svona til nákvæmt. Markmið með því, með þessum eyðublaði er að fá virkilega setja saman töflu þar maður sé strax að þessi og þessi hefur áhuga kannski að sauma og bara að senda og einhver annar hefur áhuga að vefa og bara hafa samskipti við fólk. Þannig að það er bara svona að sjá hver gæti gert hvað og hvað gengur það langt. Og er það kannski fólk sem vill alveg bara kaupa eitthvað en tilgangurinn er aðalega að hafa yfirlit yfir möguleg starfsfólk innan gæsalappa eða bara bændur sem vilja vera með í samstarfshópnum. Já, þá bara stofnið svona Facebook-hóp, sendi ég ykkur tilkynningu. Og líka mjög gott að þú með þessa reynslu, þannig að kannski getum við talað saman bara tvær til að ræða svona smáatriði, hvað ég þurfti að hafa í huga, ef það í lagi, það væri mjög gott. Alveg sjálfsagt. Frábært. Það er mjög fínt. Þá koma hérna nokkra hérna í chatinu. Ýmislegt, bendingar, sem betur fer ef sem sagt fundurinn verið tekin upp og maður sé líka þessi skilaboð, en ég fer yfir þessi skilaboð á eftir. En ef það er ekkert meira þá myndi ég segja að þetta var mjög bara áhugavert umfangsmikið núna sem ég heyri og ég vona að það var einhvers gagns til að fá yfirlit. Þannig að við myndi segja að við hættum bara núna, tölum saman á smærra vettvangi. Facebook-hópur verður til mjög fljótlega og þá getum við tekið næstu skrefin, svona stóru skrefin eftir sauðburð. Þetta sé kannski skynsamlegt.
Já, takk kærlega aftur. Takk og bara Við fyrir heyrumst, kraftinn, sjáumst. Karólína. Já, sömuleiðis fyrir að vera með. Bless, bless. Bless, bless.